Stenni 3-1 sigur á móti Serbíu, kærkominn sigur. Hvað tekurðu út úr þessum leik? Það var margt. Pressan var góð hjá okkur á köflum og sérstaklega í byrjun var frábær. Þannig það var miklu basli með að komast eitthvað áleiðis á mót okkur og við náðum að vera líka þegar við unnum boltana að við vorum að skapa okkur og við vorum að skora. Þannig að ég var mjög ánægður með byrjun á leiknum. Við vorum mjög beinskeytt í því sem við vorum að gera. Þannig að það var margt í leiknum. Við vorum beinskeytt í þessu leik fannst mér heilt yfir. Þetta voru þær meira með boltan og það eitthvað sem við erum ekki að stressa okkur á. Það snýst það hvað við gerum við boltan þegar við vinnum hann og mér fannst á mörguleiti við gera það bara vel heilt yfir þegar við vorum með boltan, unnum hann og náðum að keyra vel á þar. Byrjun á leiknum lögðum grunninn að sigrinum á fyrstu 5 mínútum. 5 mínútum var komið þetta óvart hversu svona mikill kraftur var í liðinni byrjunleiks? Nei, alls ekki vegna þess að það bara smá spenningu fyrir að fara á EM og allt það og fylgir því alltaf orka og leikmenn vildi bara sanna sig og sína sig og bara eins og alltaf að þá viljum við spila leikina krafti og þetta gekk bara upp að sem við vorum að gera og gekk bara vel og svo svona kom kannski smá svona þreyta í okkur köflum og en heilt yfir var ég bara sáttur við margt í þessu leik. Við sköpum fullt að færum alla leiki fannst mér og kom okkur í góða stöður og ég bara ágætlega sáttur við hann leik. Fyrstu mörg svör í þessum leik? Já, ég myndi telja það. Ég myndi telja það að það var margt sem að kom út úr þessu sem að maður vildi að maður sæi frá leikmönnum og spilamaskan heilt yfir var bara fín og það var svona ágætis rytmi í liðinu, bara fín og við náðum alveg að líka vera að losa pressuna þeirra og koma okkur í spila milli lína hjá þeim og opna þær þannig að það var margt jákvætt í þessu og auðvitað kannski kom þarna kafli sem að gerist alltaf í fótboltaleikjum og það liggur aðeins á þér og þá þarftu bara að vera skipulega varnarlega og ekkert panik og mér finnst alveg díla ágætlega við það. Eitthvað svona sérstakt sem þú kannski vilja sjá betur, kannski eftir þess að geggjuðu byrjun? Já, bara eftir að horfa leikinn aftur til að geta metið það nákvæmlega. Maður svona, ég þarf vel að bara horfa leikinn aftur til að meta þá hluti, svona eins og ég segi. Mér finnst ég geta tekið margt út úr þessu og það það sem maður gerir allavega núna. Svo maður eftir að skoða svona ýmsa taktíska hluti og annað í kvöld og farið við það. Er þetta byrjunliðið sem þú ert að hugsa í fyrsta leik á EM? Það kemur bara í ljós. Það allavega í byrjunum þá sönnuðar það að það er eiga skilið að vera og vera í byrjunliður en svo þarf ég bara að ákveða það hvernig það endar. Stemningin var ekkert sérstaklega mikilvæg á leiknum, voru ykkur 40 áhorfendur. Svona eftir á hefðirðu viljað taka heimaleik og fá brjálaða stemningu komandi inn í EM? Nei, mér finnst þetta bara fínt. Okkur er búin að líða mjög vel og við hefum eftir vel og fundað og bara liðið vel og bara í flottu umhverfi, flottar aðstæður og þetta er alltaf gaman að spila fyrir íslenska áhorfendur en þetta var bara það sem stóð til boða og þannig að við erum bara mjög sátt við þetta. Dagarinn að Stara Pásó búin að gera liðinu gott? Já, ég held að bara það er margt gott sem hefur komið út úr þessu og margt af þessu sem við vildum að vera að koma út úr þessu. Þannig að við erum búin að fara vel yfir hluti og bara notið þess að vera saman og við góðar aðstæður og engin ferðalega æfingar, heldur bara maður lappar út og fer á æfingu og við erum bara búin að einbeita okkur á fótbolta, einbeita okkur að undirbúa okkur fyrir mótið og svo náttúrulega þurftum við að undirbúa okkur sjálfsög líka fyrir þennan leik og þannig að partaræði fór náttúrulega líka í það. En mér finnst þið bara að gera það vel og ég held að þessi dagar eigi bara eftir að hjálpa okkur. Þriðja markið á Svendís í dag, geggjað, besta mark sem þú séð hann að skora? Já, ég held að það hljóta að vera. Þetta var glæsilegt mark og þetta var bara negla og aðdragandinn er líka flottur hjá hann, keyrði á þetta og bara kláraði þetta vel og þarna nýtur hún hraða sinn og styrkinn og svo bara er hún náttúrulega þegar hún hittir hann almennilega þá er þetta náttúrulega bara oftast óverandi. Meira svona á EM? Já, ég held að það sé bara byrjunin sko. Ég held að ég hef enga trú á öðru en að hún eittir að skora á EM og eða leggja upp þannig að ég er bara sáttur við þetta. Hversu spenntur ertu bara fyrir tilhugsunin að lenda í Sviss á morgun og koma upp á þetta geggjað hótel og byrja að undirbúa svona EM af alvöru? Bara það er alltaf spenningu fyrir að taka á lokamóti og við finnum alveg fyrir því að það er alveg spenningur í hópnum fyrir að vera að fara þarna og algjörlega bara það sem nú náttúrulega er bara komið að þessu, nú erum við bara að ferðast á morgun og þannig að það er alltaf einhver smá fiðringur í manni og það er tillökkun og maður þarf bara að njóta þess líka núna að vera að taka þátt í þessu því að við erum ákveðin forréttinda hópur að vera að taka þátt í lokamóti fyrir Íslands hönd og við þurfum að njóta þess og við þurfum að gera vel og við þurfum að vera einbeitt í þess að gera líka og það er algjörlega það sem við ætlum að gera, við ætlum að njóta þess og við ætlum að vera einbeitt í þess að gera og við ætlum að gera allt sem við getum til að koma okkur upp á þessum riðli.
Takk fyrir þetta Steina, ganga vel.